Arnar Þór Jónsson, vertu hjartanlega velkomin til minn í spjallið. Þú ert fyrrverandi héraðsdómari, hæstaréttar lögmaður og nú forsetaframbjóðandi. Já. Til hamingju með það. Já, takk fyrir. Það nýjasti titillinn. Það nýjasta, já. Hvernig Lífið bara rússibanni. Þú tilkynntir þetta í gær á blaðamannafundi á heimili ykkar hjóna í Garðabænum. Hvernig tilfinningin að vera komin á þennan stað allt í einu? Hún surrealísk, myndi ég segja. Ég sagði við konu minni í gærkvöldi bara, ef þið sattið mig fyrir 30 árum að þetta væri í kortunum, ég hefði hlegið þessu. En ég kann ekki að skýra þetta öðruvísi en að það til máltæki á spænsku sem að hljóðar þannig la vidata multas vueltas. Þetta lærði ég þegar ég var skiptin í Bandaríkjunum, lærði spænsku, það er margar beygjur í lífinu og þær eru margar og óvæntar. Og ég hef verið svona eftir ég hætti með minn svona embættisferil sem að ég vissulega svona ég var á svona ákveðinni embættisbraut sem ungur lögfræðingur og svona sá það fyrir mér, ég geti verið dómari og dunda mig það sem eftir var, en eftir ég fór út af því að þá var þetta bara að vera svona áhugaverð, ég er eiginlega gæti næstu í sagt að það verið áhugavert að fylgjast með sjálfum mér, því að ég veit ekki hvað ég er að fara að segja eða gera á morgun og svo þegar maður horfið tilbaka þá finnst mér eins og að þetta skref sem ég stegi í gær sé að mjög mörgu leyti lógískt framhald af því sem ég verið að gera og skrifum og fjallum. Kannski, já, er það ekki bara kannski ekki einu sinni bara síðust árin eftir hætti sem dómari heldur mjög margt í því sem ég var að fjallum sem fræðimaður í háskóla og ég var sem sagt áður kennari og lektor og síðan dósent við háskólan í Reykjavík, að þá var ég mjög mikið að fjalla þú veist svona lögin í svolítið víðu samhengi og samfélagið og svona rætur lagana í siðferði, stjórnmála heimspeki, trú og fleiru Og það er náttúrulega þessi ákvörðun Guðna sem hann tilkynnir á nýjársdag að hann ætla ekki að gefa kost á sér áfram, hann ætla verið til þess að alvörugefnir frambjóðendur þurfa að hugsa sinn gang. Þannig að það er líka bara svona óvænt staða sem kemur upp þá að þessi vegferð sem þú búin að vera á síðan 2021 og hætti sem héraðsdómari, allt í enn er það bara, þetta er bara eitthvað sem að þú finnur að þú verður að gera, er það ekki rétt hjá mér? Jú, það er svolítið áhugavert Frosti að þú ert í fjölmiðlunum að sjá það, því ég held þarna 20 mínútna ræðu í gær, að sjá það hvað fjölmiðlar klippa út úr ræðunum minni og RÚV kausa klippa út þarna nokkra sekundur þar sem ég er að lýsa einmitt þessu, það er að segja ég fekk mjög margar áskoranir frá fólki sem að ég þekki og þekki ekki, en svo átti ég líka bara samtal við sjálfa mig, bara ég er hérna með einhver nokkur ára á plánundinu jörð, ég á eftir að fara nokkra hringi í kringu sólunni viðbútt, hvernig ætla ég að nýta þetta, get ég látið eitthvað gott að mig leiða, gæti mín rödd verið góð viðbót við þá umræðu sem þarf að fara fram, eiga forsetakosningar á Íslandi að snúast bara persónur, það að þessi hafi verið sem er þetta nám og hafi búið í þessum löndum og eitthvað svona, eða á þetta snúast málefni, framtíð okkar lýðveldis, það hvaða þýðir að vera Íslendingur, þau gildi sem við viljum verja. Ég vil trúa því að þetta embætti eigi, og mér sýnist dæmin sanna það, að embættið eigi bæði að hafa vikt hvað var það svona stjórnskipun landsins, en það er líka að vera í því fólkið ákveði svona leiðtogahlutverk og leiðsagnarhlutverk og sérstaklega á tímum eins og þeim sem að ég held að við séum því miður að fara inn á, sem eru tímar óvissu og ófriðar og vissulega ákveðnar upplausnar. Ég sagði frá því í gæri í svo ávarpi mínu að ég tel, og ég er ekki einn það með ég draga ákveðna samsvörun á milli atburða 13. aldar á Íslandi og atburða nútímas og ef ég má útskýra það stuttlega að þá auðvitað var þetta alveg ótrúlegt, ég meina
Svo ég vil kalla þetta heimssögulega viðburð að Íslendingar á 10. öld á þessu landi hérna, fólk með alls konar bakgrunn, við vitum það, með alls konar fjölbreyttan bakgrunn, þetta hér voru frjálsir menn og ófrjálsir, norræni menn og keltneski menn og 2/3 af landnámskonum voru af keltneskum uppruna, áhugaverð staðreind, að þetta fólk sem sagt hafi komið saman og stofnað alþingi sem yfirlýsingum það þeir vilja búa hérna í friðsömu landi og eiga lög við hvern annan. Já, það sem að hnefarétturinn ræður ekki heldur lög mannanna. Já, ég vil skjóta því að, ég ekki að þreita áhorfendur með að segja þetta, en ég tel þetta sem mikilvægt, að orðið lög í íslensku máli, fornu máli, þýddi líka samfélag og það því lýst til dæmis í hinu fornu lögum Íslendinga að þegar mann frelsi gefið, þá hann í lög leiddur. Þetta þessu lýst þannig. Hann í lög leiddur, þá hann sem sagt tekin inn í samfélagið og nýtur réttar eins og aðri menn. Þannig að sem sagt, ég segi þetta þjóðskipulag stóð hér frá 930 og rauninni lengur því að vissu landnám hófst 870 74 og þar til að erlent vald, konungsvald, byrjar að reka fleyga hérna á milli manna og í rauninni skapa úlfúð og óvild og ófrið á Íslandi til þess að geta komið og sagt, heyrðu krakkar, nú bara leysi ég þetta, ég kem inn bara og ég stilli til friðar. Heldur að Sturlungaöldin hafi verið keyrð áfram af erlendum áhrifum? Ég ekki að segja að þetta sé allserjar patent skýring á því sem gerðist. Því að inn í þetta spilar auðvitað valdagræðgi, féggræðgi og ástir og örlög manna auðvitað og ýmiss konar persónuleg vinátta og óvinátta, en hitt alveg ljóst jafnframt að Noregskonungur kallaði fulltrúa helstu ætta á Íslandi á sinn fund og lét þá sverja sér hollustöiða og hélt jafnvel bestu sonum landsins eftir hjá sér í nokkurs konar fangelsi nánast bara, eða ófrelsi, með það sem sagt fyrir augum að segja við þá skild fólk þeirra á Íslandi, þessi drengur, þessi ungi maður, hann kemur ekki aftur til Íslands fyrir en að þeir eru búin að gera það sem að ég ætlast til að gert verði. Og hann Snorri var sendur að minnstakosti einu sinni, sennilega tvisvar, Sturluson, til Íslands til að ganga erinda Noregskonungs. Og ein skýringin á því að Snorri var veginn í Reykholti 1241 svo að það verið sendið með Noregskonungs, menn gerðir út af honum til þess að drepa Snorra vegna þess að hann hefði raunni svikið það hlutverk sem hann átti stand undir, sem var að koma Íslandi undir stjórn Noregskonungs. Snorri var hins vegar, hann var bara svona... Og þú sér ákveðnar hliðstæður með þessu tímabili að því leiti að í dag við að upplifa svona aukin umsvif eða valdsækni erlendra alþjóðastofnana sem að í krafti sínum að svona að sölsa undir sig völd hér á Íslandi. Hárrétt, ég svo gladur Frosti að þú orðar þetta bara svo skýrt, þú skilur þetta, þú skilur það sem ég að segja, það að segja að ég ekki að bara svo að ég segi þá hvað hérna áhorfendum að ég ekki að segja það að þetta í sér fullkomna samsvörum við 21. öld, en það þegar ég segja að menn gerist handgengnir erlendu valdi, þá gerist það auðvitað mjög ýmsu móti, menn sjá fyrir sér kannski íslenskir embættismenn, þeir eru á fundum í Brussel og víðar, þeir eiga góða kollega í erlendum borgum, þetta góðra vinna fundur, menn eru skipaður í nefndir og kannski hafa ánægja því að vera sendir á svona fundi til erlendra landa. Já, þeir upplöðu þetta sem mikla upphefð og eru stoltir af hlutverki sínu og finnast þeir vera í svona mikilsverðum hópi þar sem þeir koma saman. Akkurat, hérna eru bara allt í næstu komin á fund með einhverjum valdamiklum stjórnmálamönnum og embættismönnum frá öðrum löndum, mönnum sem að kannski hafa geysileg völd og þá getur það verið vissulega vafalaust freistandi fyrir fólk að svona fyllast meðvitað og ómeðvitað einhverju svona stærilæti, einhverju sjálfsupphavningu eða í vestu tilvikum roka
og drambi jafnvel yfir því hvað þau eru sko mikils virði og merkilegt fólk og þannig að það getur verið þetta getur verið bara svona mjög mannlegt án þess að ég sé að gera þessu fólki upp einhverja skuggalegan ásetning en það sem að gæti gerst og ég held að hafi gerst er að í sumum tilvikum er fólk allt í einu farið að starfa fyrir þessar alþjóðlegu stofnanir og starfa jafnvel í þágu hagsmuna sem ekki endilega sko hagsmunir íslensks almennings og ég segi að það megi núna séu þessi tilvik farin að býta íslenska þjóð og íslenska þjóðarhagsmuni og efnahag svona í hnakkan. Ég tók að mynd eftir, ég las ræðuna sem þú fluttir á heimiliðin í gær og mér finnst það mjög tilkomið mikil ræða og það sem ég hugsaði er að sko, ef Arnar Þór hefur rétt fyrir sér, ef áhyggjur hans reynast á rökum reistar, að þá er þetta forsetaframboð sennilega eitt af mikilvægasta sem að við höfum upplifað í okkar samtíð. En síðan eru nefnilega aðrir sem að segja sko að allar þessar áhyggjur séu bara hreint rugl sko og einhver svona móðursýki og paranoia sem að eigi ekki rétt á sér og ég sá einmitt að hann Helgi Hrafn Gunnarsson sem satt á þingi fyrir Pírata árum áður hann sem sagt hreinlega varaði við sko því að fólk myndi kjósa Arnar sko lítur út fyrir Arnar Jónsson alltaf bjóða sig fram vinsanlegast ekki kjósa hann hefur annarkvort ekki dómgreindina eða heilindin sem þarf til að sinna starfinu hann dregur ályktanir þvert á borðleggjandi staðrendir jafnvel þegar efnið er hans eigin sérfræðiþekking sagði Helgi meðan annars og hélt áfram og hann að tala sem sagt að það er auðskiljanlegt hvernig óbreyttur borgari með enga þekking á lögfræði eða lagasetningaferlinu blekkist af þvættingnum í orkunni okkar útvarpi sögu og miðflótnum þriðja orkupakkan Það er sömulegin skiljanlegt að óbreyttur borgari með enga þekkingu og lögfræði trúi bullinu í sömu aðilum bókun 35 að hún afhendi löggjafarvaldi Íslands til Evrópusambandsins. Og hann er þannig að segja sko að þetta með orkupakkan og bókun 35 þetta sé bara þvættingur og þetta sé ekki neitt framsal valds til alþjóðlegra stofnana. Og þess að menn eins og þú sem talum á þeim nótum séu bara annarkvort að vera óheiðarlegir eða skiljið ekki málið. Hvað segirðu við slíkum fullyrðingum? Já, ég vil kannski í fyrsta lagi segja að mér finnst leiðilegt að þingmaður fyrirverandi kjósi að fara þá leið að annars vegar að beita því sem að kalla er á latínu ad hominem rökum, það er að ráðast á mannin en ekki að fara að ræða málefnið og svo hitt að nota þarna svona öfu kennivaldsrök, það er að segja að vísa til þess hverjir eru að segja þetta í staðin fyrir að ræða aftur málefni. En ef við þá förum í gegnum þessa skurn sem hann setur þarna yfir greinilega skoðanir sínar og förum bara inn í kjarnamálsins sem er þá áhyggjur mínar af því sem er að gerast. Að þá vil ég nefna bara nokkur dæmi og af því að Helgi Hrafn nefnir hann að orkupakkan. Þá skrifaði hann Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar, grein í Morgunblaðið 27. desember síðastliðinn, þar sem hann lýsir því í tiltölulega fáum orðum að Landsvirkjun hafi ekki lengur tök á því að svona skipuleggja og taka fulla svona ábyrgð á orkuöryggi Íslendinga því að vopnin hafi verið slegin úr höndum Landsvirkjunar með raforkutilskipunum Evrópusambandsins og það hafi byrjað það ferli fyrir 20 árum. Þannig er hann að vísa til orkupakkana svokölluðu. Þeir fela í sér Hver er þetta segir hjá Landsvirkjun? Já, þetta er hann Hörður, forstjóri. Það er Hörður forstjóri sem segir þetta. Og er að vísa til þess að við stöndum frammi fyrir býsna alvarlegu málum sem er orkuskortur. Þannig að hann fullirir að vegna þessara löggjafa sem koma frá Evrópusambandinu þá hafi hlutverk Landsvirkjunar breyst. Já, hann segir það bara beinlínis. Og raforku tilskipanirnar og með öllum þessum orkupökkum númer 1, 2 og 3 og núna er 4. pakkin í farvatninu. Það felur það í sér að raforka er orðin að vöru
bara eins og hverjum var á að flæða frjálst og það þá markaðslögmálinn sem að gilda og það eru þeir þá stóriðjan og stórkaupendur sem í rauninni geta verið í þeirri stöðu að geta keypt rafmagnið á hærra verði. Þeir sem sitja þá við bera skarðan hlut út úr því geta verið alþýða manna, lítil fyrirtæki og þeir sem að berjast í bökkum fjárhagslega og ef að þetta eru afleiðingarnar sem að við erum mögulega að fara að horfa á, það að segja að ef að verður skortur á raforku fyrir stóriðin í landinu, að þá geti til dæmis yfirvöld á Íslandi ekki lengur varið heimilin í landinu og smærri fyrirtæki og smærri iðnað vegna þess að raforkan verður yfirboðin af stóriðinni, þá kalla ég það býsna alvarlegt mál. Þetta einmitt svona dæmi mál sem að fólk vill ekki trúa, það hugsa bara nei, það getur ekki verið þetta sé svona, þetta bara einhver svona dómsdagsspár sem að gæti aldrei átt sér stað í nútíma samfélagi. Já, það það sem fólk trúir. Já, en nú þá skulum við aftur horfa á bara það sem hefur gerst í Londonum handan við hafið eins og í Noregi. Þar stendur fólk frammi fyrir býsna köldum veruleika þegar að rættur orkumál. Orkuverð hefur hækkað alveg upp úr þakinu og þetta hefur haft mjög alvarlegar afleiðingar fyrir alþýðu manna aftur í Noregi. Raforkan þeirra sem að byggð var upp undir því yfirskyni að þetta tryggja framtíða kynslóð normanna, góða velsæld og hagsæld og góð lífsgæði streymi nú yfir landamærin og normenn sitja bara við það borð að þurfa að kaupa orkuna sem framleidd í Noregi á markaðsverði sem þá þýskt markaðsverð því að þýski iðnaðurinn og þetta fleiri iðnaðarsamfélög á meginlandinu soga til sín þessa orku. Og þetta er bláköld staðreynd og þarna hefur að mínu viti við þurfum ekki að blanda því inn einhverjum trúarskoðunum fólks að þetta sé úr lausulofti gripið. Og það afleiðing, normenn í nákvæmlega sömu stöðu við hvað það var að þeir eru ekki í Evrópusambandinu, þeir eru í EES-samningnum og þessir orkupakkar hafa tekið þar gildi og þetta afleiðing þess. Já, og það sem að, ég veit ekki hvað Íslendingar hafa mikla þolinmæði fyrir lögfræði, þetta er bara örstutt ábending að alveg eins og þú segir Frosti, þá eru þeir í sömu stöðu við, nema þeir eru að vísu tengdir þessu bara landfræðilega. Já. Þannig að þeir eru komin dýpra í skítin heldur en við. Við verðum komið á leið og strengunum kemur, hvort sem að sú krafa kemur innanfrá eða utanfrá. Leið og tæknin verður til staðar, þá mun hann koma. Við förum kannski út í það á eftir, en ég bara segja, það sem að sagan frá Noregi og meginlandi Evrópu segir okkur að það alls konar ákvæði í lögum sem eru notuð til að segja við almenning hafið engar áhyggjur, við erum með ákvæði í lögum og stjórnarskrá sem munum verja okkur og komið vekk fyrir að þetta getur orðið örlög okkar. Og það segir til dæmis í norsku stjórnarskráni að það megi ekki afsala eða framselja ríkisvald úr landi nema það sé samþykkt með auknu meirihluta stórþingsins. Og svo féll dómur í Noregi núna seinni hluta síðasta árs. Það sem að Hæstiréttur Noreg segir þetta vísu framsal á ríkisvaldi að framselja þá stjórn orkumála til stjórnar Evrópusambandsins eða stofnunar hjá Evrópusambandinu en þetta er svo lítil sneið að við ætlum að horfa í gegnum fingur okkar með það að stórþingi samþykki þetta ekki. Þannig að það sem gerist og við erum að horfa á Íslandi þetta að vera saksa niður ríkisvaldið og svo þegar það rekst á vegg lagaða stjórnarskrár að þá eru lögin reynastu ekki vera þau vörd sem að þau áttu að vera. Þannig að mitt sjónarmið að við eigum ekki að koma okkur í þessa stöðu. Við eigum ekki að setja höfuð okkur í þessa snöru að óþörfu. Og ef ég má bæta við, Frosti, aðeins við þetta, það að segja, þú nefnir raforkumálin, að þá það líka náttúrulega býsna alvarlegt mál, myndi ég segja þessi flutningsgjöld eða skattar á skipa og flugflutninga til Íslands sem að voru byggir hérna á tilskipunum Evrópusambandsins losunargjald á, hvað heitir þetta? Á kolefnisgjald á munið þetta er svo langt maður reyndar ekki en ég veit hvað þú ert að tala þetta búið að vera í umræðinni og allt í hennu sitja Íslendingar uppi með það að Alþingi Íslendinga hefur tekið þessa tilskipun Evrópusambandsins viðskipti með kolefnis ég man ekki augnablikið hvað þetta heitir en þarna
og ykkur tilskimi frá Evrópusambandinu og bara þruma þessi gegnum þingið með þeim afleiðingum að það leggjast gjöld á skipaflutninga til Íslands, það leggjast gjöld á flugferði til Íslands og með þeim afleiðingum að auðvitað vöruverð á Íslandi mun hækka út af hækkuðum flutningsgjöldum, flugsæti til Íslands verða dýrari og útflutningu frá Íslandi verður dýrari. Þetta skerðir með öðrum orðum hagsmuni Íslands þjóðarbús, Íslands almennings og rýrir lífsgæði á Íslandi. Flugsætum frá Íslandi mun fækka því að flugið mun ekki hverfa, það mun færast bara yfir til Bretlandseyja. Það er að segja transatlantic flugið mun bara fara frá Bretlandi til Bandaríkjanna. En þetta verður eilíðar þrætu epli. Maður sér að Sigmundur Davíð talar gegn þessu mér í þingi en síðan eins og ég nefndi þessi Helgi Hrafn og aðrir svona hinum megin í pólitíkinni sem að segja bara til þess að skapa aukna hagsæld á Íslandi þá þurfum við sæstreng og geta selt okkar góðu orku og fengi fyrir það fullt af peningum og þannig að menn verða held ég aldrei sammála að það sé mikilvægt að taka þá stöðu sem að þú tekur. Nei, kannski ekki, en við þurfum að vera gagnlegt fyrir almenning að horfa á það hverjir eru það sem að tala svona, hvaða hagsmunir kunna hugsanlega búa baki og af því hún nefnir þarna í sömu andrá Helga Hrafn Pírata og ýmsa þá sem að vera að mæla með því að þetta verið gert. Ég mani mitt að núna í síðustu viku held ég hefði lesið uppfært stöðufærslu frá honum Vilhjálmi Þorsteinsinni sem að nú stundum aftur kallaður einhver svona hugmyndafræðingur samfylkingarinnar. Já, hann var að tala að umræðan hér á Íslandi væri ekki nógu þrosku til þess að tala hennan sæstreng sem að væri rosalega mikið hagsmunamál fyrir Ísland að fá þennan sæstreng. Okay. Koma þess að sæstrengnum eftir en bara en ég vil nefna það því að ég talaði það í fyrirspurnum eftir þess að ræðu mína í gær. Ég sagði það að það virðist núna vera að stjórnmálflokkarnir á Íslandi séu meira og minna runnir saman í eitt samhangandi bara á vondri íslensku monster, bara marghöfða skrýmsli sem að það gerist, það er alveg sama hvernig kjósum virðist vera, það er alltaf bara, stefnan breytist ekki. Stefnan er bara þá fleiri tilskipanir á utan. Það er bara eins og embættismennir séu að stjórna þessu með tilskipunum á utan og stjórnmálamennir sem eru kostnir, þeir tilla sér bara í stólana og hafa náðugt. Já, það er stjórnarfarið sem við raun og veru búum við. Þannig að Alþingi er orðið bara afgreiðslustofnun, það er orðið að hluta til leikhús og ég get sagt þetta bara hafandi verið. Ég verið þarna nógu lengi til að átta mig á því hvernig þetta gerist. Og því miður að við, Frosti, þú varst bara, þú manst eftir þegar þú varst í Gaggó og þú manst eftir því að var alltaf ákveð fólk sem að var hressafólkið í skólanum. Þetta var oft fólki sem var kosið í allan nefndir og árshátíðarnefndir og formenn nemendafélagsins og svona. Þetta var oft, má ég segja þetta, leiðilegasta fólki í skólanum. Og maður bara tók maður bara tók boga á ganginu maður mætti. En þetta fólk er í óeðlilega háu hlutfalli inn á Alþingi. Það er rétt, alveg rétt. Og þetta eru fólk sem ég veit að ég er að þetta á ekki að tala svona þegar ég er komin í frambúð en þetta er athyglisjúkt fólk. Þetta er fólk sem að vill láta á sig bera, oft fyrir ekkert mjög mikinn svona, með mjög mikinn og merkilegan málatilbúnað og þetta fólk, þó að ég er ekki að segja þessi slæmt fólk, þau eru bara eins og þau eru, að þetta er í ofláu hlutfalli inn á Alþingi og þetta er því miður ekki fólkið sem að er tilbúið að vera óvinsælt á einhverju tímapunkti. Það er ekki tilbúið til þess að taka stíganu fæti og segja hinga og ekki lengra. Það er bara tilbúið til að taka þær ákvarðanir sem að líklega eru til vinsælda. Já. Og eru svona rugga ekki bátnum að neinu leiti og skapa þeim enga óvild. Það er það sem þau kunna. Já. Það er það sem þau eru vön að gera og hafa komist þetta langt með því að gera. Já. Og það er ekki gott að það sé sem sagt svona uppleggið hjá stjórnmálamanni að þau eru alltaf að svona haga seglum eftir vindum og almenningsálitið sé bara númer 1, 2 og 3 í þeirra huga sem stjórnmálamenn. Já, og svo þegar þú ert komin inn á þing sem að ég vona til dæmis að þú farir einhvern tímann inn á þing, Frosti, þú verður svo flottur þar. En þegar þú ert komin þá skynjaru bara
að vindurinn stendur bara af sem sagt suðaustri, bara við erum að tala um 10 vindstig á gamla mælikvarðanum, það bara harður vindur úr landsuðri eins og það var kallað á góðu íslensku máli frá meginlandi Evrópu og hingað og þar fyrir fólk sem kann ekki að sem sagt haga seglum og sem sagt og stýra í aðra átt undan svona, í svona vindi, það rekst bara með og það það sem að Alþingi hefur gert núna í 30 ár og mannvalið á íslenska Alþinginu, á Alþingi Íslendinga hefur í raun og veru á þessum 30 árum orðið verra og lélegra og veikara með hverjum kosningum, segi ég. Hvers vegna heldur það hafi þróast þannig? Það kannski að hluta til það að fólk sér það að þessi vettvangur þar fólk áhrifalaust og það í rauninni áhrifalaust. Það sér það líka, ég hef sagt það og ég vil segja það aftur hérna, að flokkarnir ekki lengur lýðræðislegir og þeir sem að komast í gegn þar, sem sagt, og við erum að tala um þá á framboðslista og njóta velvildar, nægilegar velvildar til að komast inn á þing sem sagt, aðal og varamenn, eru yfirleitt fólk sem að svona eru jámenn og eru í náðinni hjá flokks eigendum. Íslenski stjórnmálaflokkar eins og þeir eru núna, eru ekki lýðræðislega stofnanir. Þannig að ég segi við þig, Frosti, og ég mér veist að allir áhorfendur hérna þurfi að átta sig á þessu. Ég sé fyrir mér að þessi þríþættu vandi sem við erum raun og veru stöndum frammi fyrir. Og ef við segjum, ég veit ekki hvora áttina ég á að rekja þetta, en í fyrsta lagi, við getum sagt að hið pólitíska vald, bæði hérlendis og erlendis, að renna saman við hið fjárhagslega vald. Það að segja að fólk sem á mjög mikla fjármuni getur keypt sig til áhrifa í stjórnmálaflokkunum. Og erlendis það auðvitað þannig að þeir bara bókstaflega kaupa sér stjórnmálamenn. Ég vona að það sé ekki þannig á Íslandi. Og kaupa sér alþjóðastofnanir. Nákvæmlega, kaupa sér alþjóðastofnanir með því að veita heiminháa styrki til þeirra. Og það til dæmis stofnanir eins og Gavi sem í eigu Bill Gates og fleiri og Bill and Melinda Gates sem að veita sömulegis mjög háa styrki til heilbrigðismálastofnunar og fleiri. Þannig að þetta vandamál og lobbyismin í Brussel og lobbyismin í Washington og þarna bara samrunni pólitísks og peningalegs valds sem að á öllum tímum hefur reynst almenningi stór hættulegur. Og ég held að almenningur eigi ekki að loka augunum fyrir og segja ég trúi því ekki að þetta sé svona vegna þess að við þurfum ekki annað en að hætta að lesa RÚV til þess að og velja okkur bara einhvern annan frjálsan fjölmiðil til þess að sjá að þetta svona því miður. Og síðan hitt að númer 2 að stjórnmálaflokkarnir þeir ekki lýðræðislega stofnanir. Þeir komnir í þá stöðu að í raun og veru, þeir vilja handvelja fólk sem kemst þarna áleiðis, svona gæjar eins og ég sem ætla að fara að rífa kjaft, þeim ítt út á kantinn eins og sjálfstæðisflokkurinn gerði við mig. Og Brynjar Níelsson. Og þegar ég reyna að rífa kjaft þarna á flokksráðsfundunum í haust, þá var sagt, ég segi, ég vil komast í pontu og ræða þessi mál, þetta gert á borðið þarna út í hotni og svo maður bara umkringdur flokkshóllum mönnum. Og eitt viðbót, Frosti, eitt viðbót og sem að var það sem ég vildi segja það samrunni stjórnmálaflokkana. Það ekki bara bundið við Ísland. Það að segja, þú getur ekki með góðu móti gert greinamun á því og ég held að kjósendur og almenningu geti ekki endilega gert greinamun á því þegar til kastana kemur hvort að í ríkisstjórn sitja Samfylking og Viðreisn eða Sjálfstæðisflokkur og Framsókn. Það gerist ekki neitt. Það gerist alltaf bara það sama að vera að framfylgja einhverjum stefnumálum sem að íslenskur almenningur var ekki kjósum. Ég held að þetta sé alveg hárrétt hjá þér og það eitt sem að ef fólk hugsar aðeins svona til þess og velti fyrir sér bara eins og þú kallar mannvaliðin og Alþingi þá það sem að fyrst og fremst skortir þar algjörlega það svona hugsjónafólk. Það hugsjónafólk í algjöru svona undantekningar tilfellum þannig á þingi. Það
það þessi lýsing sem þú átt að draga upp hvernig þetta orðið svona einhver svona vinsældarklúbbur, góða fólksins í Gagó eða þannig sko sem þetta orðið miklu meira það heldur en að þarna veljist fólk sem að hefur gefið kost á sér af því að það brennur fyrir einhverjar ákveðnar hugsanir. Það þegar eins og ég segi, þegar fólk skoðar málið aðeins þá hljóta allir að vera sammála það að hugsjóna fólk bara svona algjörlega, það að telja kannski á fingurum annara handar af þessum 63 sem eru raun og þingi. Já, því miður. En ég vil segja þetta að því að fólk segir við mig, þú ert að leggja þig í mikla hættu, þú gerir grein fyrir því þú verður fyrir miklum árásum, það verður logið upp á þig og allt fundið til sem að finna má högsta á þér og allt í lagi, ég fer bara berskjaldaður í þetta og fólk má, þú veist, hef aldrei gefið það til kynna að ég sé með englavængi og ég hef örugglega sagt eitthvað leiðilegt við einhvern tímann þegar ég var yngri eða gert eitthvað eins og aðrir. Það eins og fólk flest og öll manneskjur. Já, og bara fólk tala það. En ég vil samt bara segja við fólk og alla sem að hlusta, við megum ekki gefast upp, við megum ekki láta teljur okkur kjark með þessu móti. Og ég sagði í gær og ég vil segja aftur, ég vil hvetja fólk til að finna hjá sér þessa rödd sem að þú ert að vísa til hugsjóninnar sem við viljum berjast fyrir það sem okkur heilagt það sem við viljum verja það sem við teljum satt og gott og það sem við teljum fagurt sannleikan og sakleysið allt það sem að við viljum svona beita okkur fyrir í lífinu. Við viljum ekki að gefast upp og ekki að segja þetta of stórt, þetta of erfitt, ég of lítill. Nei, við eigum að hafa trú á okkur sjálfum og við eigum að stappa stálinu hvert í annað vegna þess að ef að við bara hefðum kjark í það alþýða þessa lands, venjulegt fólk, til að segja það sem okkur býr í brjósti, til að láta ekki tuska okkur svona til eins og búið að gera á síðustu misserum og við sjáum að þetta bara, þú veist, þetta heldur áfram og að þá, ef að við gætum bara sagt hingað ekki lengra, við alþýða manna, venjulegt fólk, við ætlum að rjúfa þetta eitraða hagsmunagæslu bandalag stjórnmálaflokkana, við ætlum að sprengja upp allar þessi höft sem verður að leggja á málfrelsið, við ætlum að losa okkur undan allir þessum ritskoðanar pláum sem að ganga internetið, við ætlum að standa óttalaus gegn allir þessum hótunum og ógnunum og aðdróttunum og þegar verður að ýja því að við verðum sett í hakkavélina. Það sem að þó ég ávarki engu með þessu framboðu mínu öðru en því að koma þessum skilaboðum að framfæri til fólks, þá væri það mikill árangur og kona mín, hún búin að vera í þessu í mörg ár að segja við börn og ungmenni þessa lands, hún einhver fyrirtæki sem heitir Hugafrelsi á samstarfskonu sinni Unni, að segja bara við krakkana verið þið sjálf og hún lýsir þessu svona myndrænt, segir sko, þú horfir út yfir blómaakurinn, þá sérðu blómin í alls konar litum, öllum litum, ekkert að reyna að stíga ofan á hitt. Það ekkert sem segir, ég ætla að taka þetta yfir hérna krakkar, ekki opna hérna blómkrónurnar ykkar. Þið verðið að leyfa mér að eiga hérna sviðið, því að ég er stærstur, ég er fallegastur og ég á að fá að skína. Í sko eðlilegu, frjálsu, góðu samfélagi, þar eru allir að skarta sínum litum. Það er það sem við viljum. Í Norður Kóreu er það til dæmis ekki þannig. Nei, mitt. Þú segir í fyrstu þessari framboðsræðinni að í þjóðfélagi okkar hafi undanfarið verið mikið alið á sundrungu og svona og verið að reka fleig á mill okkar og nefnir sérstaklega sko milli til dæmis karla og kvenna. Já. Það sé raun og orðið vandamál í okkar samfélagi að þessi vera svona skipa fólki í stríðsfylkingar gegn hvert öðru. Já, við sáum þetta þarna á var þetta ekki hvar var þetta? Á Arnarhóli núna í haust.
það sem að konur fjölmenntu og eflaust í góðum tilgangi. Ég vil auðvitað styðja konur til jafnréttis, fulls jafnréttis og allt það. En ég hef heyrt það frá fleiri en einni konu og sérstaklega frá ungum konum sem að voru að því að vinnuveitendur eða sögðu sko þið verðið að koma. Þetta var nú dálítið þannig, Frosti. Þetta var ekki alltaf að þær hefðu bara af einhver hugsjón fjölmennt þarna niðrettir. Það var líka sagt við þær, stelpur, við erum allar að fara eða þið eru allar að fara, annars fáið ekki laun. Ég held það að verið skilabóð. Mikill hópþrýstingur í þessu líka. Já, mikill hópþrýstingur. Herru, svo er það komnar þarna niðrettir og þá fara þær að heyra einhver svona slagorðum eitra kallaveldi og eitra feðraveldi og einhvern veginn þetta væri svona svartkvít tvíhyggja sko. Það eru kallar á móti konum og fleiri en ein ung kona sagði við mig bara, ég bara vissi ekki hvert ég var komin þegar þessi talsmáti byrjaði. Ég líti ekki á kalla sem óvini mína eða mér stendur ekki ógn af köllum, ég meina aftur, gott samfélag samvinnuverkefni kalla og kvenna. Þetta er nefnilega ótrúlega narratív sem að er búið að menga alla þessa jafnréttisbaráttu svo kallaða að það er svona fámennur hópur held ég sem að trúir því orðið einlæglega að karlar séu bara vakni á mótnana með það í huga að í dag ætla þeir að klekja á kvenþjóðinni allri og sölsa hana undir sig einhvern veginn og ráðskast með. Þetta er svona ótrúlega skrítið hugafar til þess að trúa. Já. En þetta er orðið ég veit ekki hvort þetta sé útbreytt en þetta er allavega mjög ábyrjandi í ákveðnum kreðsum. Já, einn félagi minn ég veit ekki hvort hann er félagi minn en þá eftir svona atburðu síðustu ára því að ég var svona gagnrýn og ýmislegt sem að átt sér stað en hann var hins vegar mjög fylgjandi öllu þessu valdboði en hann sem sagt skildi við sína konu fyrir nokkrum árum síðan og hann sagði við mig að ég er bara svo hræddur þegar ég hitti núna konur að þá er ég bara svo hræddur því að það er svo mikil þeir eru svo grimmar, það er svo mikið kallorka og það er svo kvassar og kaldar að ég treysti mér ekki í þetta og ég held ég verði bara einn það sem eftir er og Já, það er allar í stríðstellingum og þá er það náttúrulega ekkert gott við að eiga en sko það er líka, það er svolítið erfitt, þetta er bara svona svipað eins og þú hittir kalla sem eru orðnir svona komna hálfa leið í það að tala eins og svona einhver íkt útgáfa af konu sko að auðvitað við berum öll sko kall og kvenn orku í okkur við horfum bara á yin og yang merkið sko það er lýsi veruleikunum svo frábærlega það er svart og hvítt og svo inn í svarta hlutanum er hvítu punktur og öfugt. Akkurat. Þannig að sko við stöndum oft frammi fyrir því að sjá í sjálfum okkur einhvern svona veikan bletti eins og ég sem ég var ekki búin að átta mig á einhver svona veikar og uppgjara tilfinningar og ég játaði fyrir sjálfum mér að ég er ekki svona harður eins og ég hafi ímyndað mér eða konur geta líka verið svo ofbóðslega sterkar þegar á reynir. Ég meina, ég var að segja við áður við byrjuðum að náttúrulega prímus mótorinn á bak við allt það sem ég er að gera núna er konan mín sem að bara er eins og bara, hún er eins og riddaralið sko. Hún stendur heilshugar á bak við þetta framboð. Já, bara, þetta er bara svona og stappar í mig stálinu og þegar ég var að segja við hana þarna á nýjastaði, nei, er þetta ekki bara eitthvað rugl og bara að segja, og segja hún bara, starfnar, ég þól ekki svona fólk sem að er eitthvað að biðast afsökunar á sjálfum sér og er eitthvað að, sem sagt, kýs það alltaf fara að vera eitthvað lítið í sér. Hún er grjóthörð. Hún er grjóthörð, hún er samt mjög mjúk, skilur. Og við eigum öll að vera þannig. Við erum, hvort sem við kjósum að vera mjúkað utan og hörðað innan eða hörðað utan og mjúkað innan að þá höfum við öll þetta tvíþætta element í okkur. Já, ég held að langflestar konur svona trúi nú ekki þessu narratífi sem ég er að nefna einhvern veginn að karlar séu rót alls ills í veröldinni og það er horfa með forundran á þessa vegferð sem að
þessi ákveðna hugmyndafræði Já. en það sko því þú nefnir þetta í þessari framboðsræðu og svona, menna, þú veist, hvernig getur forseti, til dæmis ef þú hefur áhyggjur af þessari þróun, hvaða áhrif gæti þú haft áhrif á á þessa þróun í embætti forseta? Já, góð spurning. Gaman að tala við þig, Frosti. Þú ert svo góður í þessu. Ég held að sko við megum ekki vanmeta mátt hugmyndana og við megum ekki vanmeta þátt sko þeirra fræja sem sáð í jörðina og ná að spíra. Og eitt af því sem að væri hægt að taka upp á vettvangi menntamála, skóla og íþróttahreyfingarinnar væri spurningin það getum við ekki gert betur í uppeldi barnan okkar og í náminu og kennslunni. Það markmið grunnskólana og íþróttafélagana að kenna fólki að ganga í takt og finna sér hóp til að tilheyra eða værum við betur sett með því að hjálpa fólki að hugsa sjálfstætt, beita gagnrýnu hugsun, finna sinni innri kjarna, finna sína eigin rödd og geta sagt þegar þú ert allt í einu komin á Austurvöll inn í einhverja fylkingu fullt af reiðu fólki sem farið að hrópa það að einhver annar hópur sé óvinnur ykkar og svona, að geta bara sagt þetta ekki fyrir mig, ég ætla ekki að vera hér, ég teki þátt í svona hjarðhugsun. Ég verið að sko skrifa um að 2 færslur í lok síðast ár sko með það hvort að skólakerfi sem er vissulega af prústneskri fyrirmynd sé það besta sem við gætum valið, það sem að verið að hringja bjöllu, allir komnir á punktinn, allir að læra það sama á sama tíma, allir að hlýða, þú réttir upp hönd, þá farið að tala, alveg svona og við séum að aga fólk til þess að vera þægir þjóðfélagsþegnar í þeim skilningi að lúta fyrirmælum yfirvalda. Við séum mögulega að þjálfa krakkana, ungmennina, æskuna og framtíðina í því að hlýða, framfylgja skipunum, mótmæla ekki. Ég vil sko, ef ég kæmist í það embætti að vera forseti og geta tala til unga fólksins og tala til kennarana og menntaleiðtogana og segja, nú skulum halda bara ráðstefnu, nú skulum halda málþing og við skulum gera það oftar en einu sinni og við skulum raunverulega velta fyrir okkur hvort að við getum ekki gert eitthvað betur í þessum efnum. Geturðu hugsaðir þá að í krafti embættis forseta Íslands að þú myndir reyna að hafa áhrif á menntastefnu þjóðarinnar? Já, algjörlega. Ég ekki bara það. Ég segi sko maður í embætti forseta Íslands hefur auðvitað ræðupúlt, rosalega stórt ræðupúlt og hann ber mikla ábyrgð á því sko hvernig hann beitir því þegar maður beitir þess ekki sko neinum til sko skaða, maður notar ekki ræðupúlti til þess að ráðast að einum eða neinum vegna útlits, kynhneigðar, litarhafts, uppruna, aldurs eða neins slíks. Maður notar ræðupúlt, svona ræðupúlt til að peppa fólk upp, tala sameiginleg gildi, spyrja hvað getur betur gert og menntamálin eru vissulega eitt sviðið, lýðheilsa almennt væri annað, bara hvetja til umræðum hvað heilbrigt svona lífverðni fyrir ungt fólk og fyrir börn og okkur öll, ég meina tala það hvað manninum hollt í nútíma samfélagi og út frá reynslu kynslóðana. Þú veist, við erum að tala hvaða hugsanir við veljum okkur. Það náttúrulega hræðilegt að horfa upp á það að sko margir þjást af þunglindi og menn dæma sjálfa sig mjög hart og bara síðast í dag, þetta auðvitað viðkvæmt mál en auðvitað verður maður bara mjög dapur þegar maður opnar eins og Morgunblaðið í dag og horfir á les minningagreinar, það talað ungan mann og Guð blessi hann sem að móðir hans lýsir í þannig hann hefði dæmt sig svona hart og var afburða maður í námi og góður íþróttamaður og einhvern veginn finnur ekki gleðina í lífinu. Ég meina, þetta ef að unga fólki okkar, einhver þeirra á þessum stað, að sko, þá erum við að gefa sjálfum okkur og menntakerfið að gefa röng skilaboð. Við ætlum ekki öll að vera, við gerum ekki á kröfu til annara þessu gallalausir.
við megum ekki gera þá kröfu til okkar sjálfra. Við þurfum að geta umfaðma fólk í veikleika þess. Hvað heldur þú helst að sé, sko það fyrir að sjálfsvíg ungra manna eru allt of tíð og það eru miklu tíðari hjá körlum heldur en konum. Hvað telur þú vera svona, megin orsök þess að ungir menn fara þessa leið? Finnst þér að vera, heldur að við séum að setja ómiklar kröfur á þá eða er það að þeir finna ekki tilgang eða hvað heldur þú? Já, mér langar að heyra fyrst hvað finnst þér? Hvað heldur þú? Ég held að upplifunum tilgangsleysi sé mesta meinsemdin. Ef menn upplifa ekki að þeir hafi stað og tilgang í veröldinni, að þá sé það óbærileg tilhugsun sem að geti leitt menn á mjög dimmar brautir. Ég sammála því. Ég hefði ekki getað orðað þetta betur sko og þetta tengist líka kannski því sem við vorum að tala áðan sko, þegar verið að útmála kallmenn, kallkyni sem einhverja óvætti sko og þeirra skilabóðinu þau við þurfum ekkit lengur á köllum að halda og eitthvað svona þeirra vélvæðing, auðvitað það líka hluti kannski skýringarinnar mörg af þessum störfum sem áður voru unnin af kallmönnum eru orðin unnin af vélum. Já, og svo er líka sko fjölskyldan er orðin eining sem er á undanhaldi í þjóðfélaginu. Já. Það er að segja þessi þetta hefðbundna fjölskyldumynstur, mamma og pappi og börnin og svona og þegar þú fær ekki að vera sko, þetta hlutverk að vera fjölskyldufaðir er eitthvað dýrmætasta hlutverk sem að nokkur maður getur upplifað á ævinni. Já. Og þegar að færri karlmenn fá að upplifa það og þá held ég okkur sé vandi á höndum. Já, það er líka félagsfræðilega rannsóknir sem að sýna það bara trekk í trekk, aftur og aftur að ef að pappin er ekki á heimilinu, ef hann er ekki þáttakandi í uppeldi barnanna sinna þá er það sko ekki bara eins og við vitum mikill harmleikur fyrir hans sjálfan, heldur að börnin koma svona ekki heil miklu verð út í lífið. Já, við sjáum þetta í Bandaríkjónum, menn sem að leiðast til dæmis út í afbrotur með fara til einhvers eitthvað svona ýkta kallmennsku. Konur, það er líka mjög sérstakt að konur sem að eru ekki njóta ekki samvist af föður sinn eiga líka mjög erfitt á unglings- og fullorðinsárum. Algjörlega. En hvað það ég kalla það vandamál eitt og sér, það er að segja að þetta fjölskyldumunstur, það er verið að tvístra því upp í meirari mæli geta stjórnvöld eða sem sagt ef getur samfélagið eitthvað gert til að breyta þeirri þróun eða er þetta bara þróun 21. aldarinnar einhvern veginn sem er óhjákvæmileg, hvað telur þú? Já, ég sem sagt svo ég veitni nú í sjálfani og kona mín á okkar samtöla, þá sagði hún að við með daginn, sko, við getum verið, við erum góða fyrirmyndir og við erum góða fyrirmyndir, við erum 5 börn, börnun okkar eru öll heil, Guði sér lof og þeir líður vel. Og þið hafa verið saman í 30 ár og síðan vorum unglingar og það er engin stór vandamál, auðvitað vandamál sem hefur þurft að takast á við, en þetta er ótrúlegu styrkur og ég held að maður gæti ímynda sér, auðvitað gæti maður ímynda sér að því að þú spurður hvað gæti forseti gert, maður gæti kannski sagt í sjálfa sig, já ég ætla að fara og predika yfir fólki gildi þessa og gildi hins, en það besta sem að þó er hægt að gera er að vera góð fyrirmynd og ganga undan með góðu fordæmi og þú þekkir það vantarlega bara sjálfur úr þínu nærumhverfi sko að fólk sem að hefur tekist eiga gott hjónaband og veita börnum sínu skjól á eðlilegu heimili, það er náttúrulega mesta gæfan sem að við getum búið við og við þurfum að finna þetta aftur því að svona þessi pendúll sko hefur sveiflast svona það bil eins langt og hann getur farið sko frá þessu. Algjörlega, sammála því. En
ef við lítum á fyrrverandi forseta lýðveldisins, Já. þá sem að hafa setið í þessu embætti, Já, að þá heyrist mér á svona þínum stefnumálum og þeirri hugsjón sem að þú brennur fyrir og af hverju þú ert að fara út í þetta, að þá yrðir þú svona líkastur, ef að má bera því saman á einhvern fyrir fórsetum, þá það náttúrulega Ólafur Ragnar Grímsson, sem náttúrulega eini fórsetin sem í raun og veru hefur svona verið þarna sem einhvers konar, já svona kannski mótvægi við þingið stundum, eins og hann beitti sér gegn lögum sem að þingið setti, sem engin annar forseti hefur gert. Þú ert klálega svolítið þar, frekar en heldur en þessi svona, Guðni TH hefur reynst vera flottur forseti, en hann hefur verið algjörlega svona hlutlaus í öllum ágreiningsmálum eða átakamálum, það ekki óhætt að segja? Jú, hann hefur viljað vera svona í hlutverki mannasættis og sitja á friðarstóli og hann hefur gert þetta vel, sko, ég vil segja það, en mér finnst hann hafa umgengist fólk fallega og verið svona unnið vel í þeim anda. En að þú spyrð, sko, að þá líka áttaði ég mig á því að þegar maður stendur fyrir utan stofnun eins og Alþingi, þá verður maður, sko, hvað er orðið? Orðið er svona, maður finnst það yfirþyrmandi. Man finnst svona alltaf stofnunin og umgjörðin og allt það sem að þarna fyrir fram vera ásólega yfirþyrmandi og fyrir venjulegt fólk að ætla að fara að segja bara nei, ég ætla að fara að stíga, sko, á móti því sem þau eru að gera. Það er alls ekki auðvelt. Nei. En þú þekkir það vonandi líka og eflaust að þegar til dæmis segjum bara að þú ert á sjónum, þú fórst á sjóin núna fyrir stuttu síðan. Hvað varstu lengi á sjónum? 6 mánuði. Já. Og sko upplifður einhver tímann svona, getur við sagt að áður nú ferð á sjóin varstu búin að hugsa hvað gerir ef þú lendir í sko alvöru óveðri eða stórsjó. Varstu búin að hugsa það? Nei, það er nú ekki. En lendur í vondum veðrum og... Já, svona, lendur í hressilegum, brælum. Lendur í einhverjum háska? Nei, ég var alltaf með, ég bjó alltaf við það að hafa sko óbílandi traust og mikið öryggi sko að vera á skipstjóra hvers tíma sko. Ég sildi með 2 skipstjórum og þeir voru það rosalega traustir menn að ég var aldrei óttast eitt neitt. Mér fannst ég alltaf vera í pottjættum öruggum höndum. Já, en þú lærði þá líka að skynja það svona eftir því sem leið á þennan tíma hvað þolir skipið og hvar eru svona hvernig stilli ég mig af hérna hvenær mér farið að líða kannski pínlítið óþægilega og svona, myndur skilur hvað þið fara? Algjörlega, já. Að sko, til dæmis þegar maður fer í fyrst skiptin á þingi þá finnst maður kannski vera svona eins og skjálfandi lauf svolítið, sko. Maður hugsa bara, ég manni að krakki, ég var unglingur eða barn og ég fór fyrst inn á þingi og stóð hann upp á svölunum og ég horfði á bekkina og hugsaði bara hvaða þrek, sko, og hugur ekki þar maður að hafa til að vera þarna niðri í þessu. Ég man að mér fannst þetta svo óyfirstíðalegt, bara svo rosalegt. Svo maður fullorðinn maður komin á bekkin, þá finnst maður þetta ennþá alveg bara svona rosalega eitthvað svona stórt mál. Svo er maður búin að vera þarna í 1, 2, 3, 4 daga skiluru og maður fyrir aðeins að róast svona niður, maður sér að þetta er bara venjulegt fólk og allir þessir hasar sem gengur á þetta. Ekkert svona ofboðslega háskalegt og þannig að maður sjóast líka í þessu og bara hafandi kynst þessu, hafandi talað við þetta fólk og hafandi, þú veist, fengið heyra, finnst svo að fá ráð þeirra eins og Lilja Alfreðs, ég kann mjög vel við Lilju, bara segja það hérna, bara ég finnst hún frábær og ég elska það þegar hún kom fyrsta daginn, bara og bara, hún let mig heyra það, sko, hún var brjáluð yfir að vera í einhverju nefnd og bara vildi bara vita, hún væri ósátt við mig og ég bara yes, bara tala menn bara mannamál, sko. Það er ekkit verið að baktala mig inn í þingflokksherbyggi Framsóknarflokksins. Þetta er bara sagt við mig og ég bara I love it og við erum bara mjög góði vinir við Lilja. En það bara fann það. Þetta eru góðir eiginleikar að hafa þann manndóm að segja hlutina í andlitið á fólki en ekki. Já, þannig að sko hafandi verið þarna að þá
þá bara treysti ég mér 100% til þess að segja það. Og ég treysti mér til þess að eiga rökræði við hvert sem er að inni hvað sem er. Og ég ekki hræddur við þetta. Og ég hef verið náttúrulega inn í dómskerfinu líka. Mér fannst það líka yfirþyrmandi fyrst þegar ég kom að inn sem nýútskrifaði lögfræðingur að þá fannst mér það svakalega erfitt. Og þegar ég fór að vinna sem aðstofamaður í Hæstarétti fannst mér það yfirþyrmandi. En svo sér maður að þetta er fólk og maður getur talað við það og það er hlusta á mann. En þú ert ekki hræddur við það að vera í þeirri stöðu sem einn forseti á Bessastöðum það sem að þú hefur ekkert, þú ert með upplýsingafulltrúa og forsetaritara en þú ert svolítið bara einn þíns liðs. Og ef þú þurftir að taka þá ákvörðun að vegna sannfæringar þinnar að þú yrðir að synja einhverjum lögum staðfestingar frá Alþingi sem er búið að samþykja meirihluta Alþingis. Að þú yrðir ekki hræddur við það að stíga þann öldusjó og standa einn með sjálfu þér gegn því. Alls ekki og ég held að það sé þvert á móti grundvallar krafa sem er gert til þess sem að í þessu embætti að hann treysti sér til þess. Það segir sér sjálft að við vissar aðstæður þarf þetta að vera manneskja sem að kann að taka erfiðar ákvarðanir og standa með þeim og þetta þurfa ákvarðanir sem að þola gagnrýni og þess vegna hef ég sagt og sagði það í þessari ræðu minni í gær ég held ég hafi sagt það, ég var alltaf búin að skrifa það að það á að gagnrýna forseta lýðveldisins eins og aðra. Það á enginn í okkar samfélagi vera hafin yfir gagnrýni. Við viljum ekki búa við það að einhver teljist vera með þann geislabauga það með ekki anda á hann. En þú ert sannfærður það að við séum búin að vera síðastliðin 30 ár í auknum mæli á þeirri vegferð að afsala okkur valdi til aðalega Brussel og annara alþjóðastofnana þannig að ef að þú fengir þessa kosningu og yrðir forseti þá myndur að öllum líkindum oft þurfa að beita þér á næstu misserum. Já, miðað hvernig þróun hefur verið og hún er komin á býsna alvarlegt stig í ljósið sem við vorum að tala áðan það er að segja orkumálin, skattlagningu á flutninga til og frá Íslandi og frumvarp til laga bókun 35 sem átti að mæla fyrir það að erlend lög gengu að meginstefnu framar okkar lögum. Þetta er komið á í rauninni það alvarlegt stig að ég lýsi þannig að við stöndum bara á krossgötum. Við stöndum á krossgötum og það þarf að við þurfum að vera tilbúin að svara því hvað sjálfum okkur og öðrum hvert viljum við stefna, hvar erum við tilbúin að taka slaginn. Og þú ert ekki einn þessara skoðunar maður skynjar aldeilis það að það er fólk sem að eru hópar fólks sem að hafa áhyggjur af þessu sem að þú ert að nefna. Já, og eitt af því sem að hefur komið mér mjög skemmtilega óvart er að það er þverpólitískt þessi stuðningur, þetta er þverpólitísku stuðningur sem ég hef. Það er að segja fólk sem að maður svona ímyndaði sér og taldi sér vita að væri vinstra megin við miðju. Mjög margir eru að hafa samband við mig og hafa gert á síðustu misserum til þess að sína mig stuðning og síðustu náttúrulega klukkustundir mjög áberandi þeir litir í litrónu sem eru svona, maður hefði haldið vinstra megin, líka fólki sem er á miðjunni, líka margir sjálfstæðismenn, fólki í miðflokknum, fólki í flokki fólksins. Hvað segir það okkur? Að það séu svona þverrpólitísku stuðningu við þín málefni? Það segir okkur eitt, Frosti. Ég held að það segir okkur það að flokkakerfið eins og miklað það er, og ég sagði það á hann, þessi samgróningar í þessu kerfi, flokkakerfið í rauninni þjónar þeim tilgangi og hefur kannski gert á síðustu árum að reka fleiga á millokkar og komið veg fyrir að við getum saminast grundvallan mál. Það er að segja þetta eru mál, sjálfstæð okkar, sjálfsákvörðunarréttur, jafnrétt okkar fyrir lögunum og alls konar svona mál standa ofan við svona þessa daglegu flokkspólitísku drætti. Já, og kannski fer að líða að þeim tíma að það verður að sprengja upp þetta flokkakerfi. Nú átta ég mig á því þetta svona framboð eins og mitt og svona sjónamið eins og ég að færa fram hérna í þessum þætti. Það er fólk sem horfir á þetta
kerfiskallarnir og kerfiskonunnar sem að fá bara skjálta sko þegar ég heyra þetta að hugsa hvað gerist, hvað verður mig og hvað verður stöðana mína sem ég í skipuð í lífeyrissjóðnum eða borgarlínunni eða ef á sprengju flokkakerfið, ef hann raunverulega að leggja það til ég ekkert endilega að segja að það muni gerast en það sem að þarf að gerast að venjulegt fólk bara fari inn í þessa flokka, annarkvort fari inn í það og breyti þeim og sópi burt þessu liði sem þarna eða stofni bara sína eigin flokka. Þess að ég held að það sé komið ótrúlegt óþol gagnvart mörgum af þessum flokkum og það sennilega væri miklu auðveldara að búa til nýja flokka og gera það svolítið faglega því að kerfisfólkið með aðstoð fjölmiðlana mun segja þetta eru vitlýsingar og það mun reyna að klína alls konar stimplum á þá sem að reyna þetta. Það þyrfti að stofna svona flokk sko mjög með svona faglega að því leiti sko flokka, við viljum auðvitað fleiri flokka en færri, myndi ég segja, við þurfum samtalið. Þú ert klálega með mikið að segja og eins og þú sagðir áðan að þó að það nú kannski ekki nema bara til þess að koma málum á framfæri þá þetta náttúrulega kjörið tækifæri að fara í forsetaframboð sem að eftir að vera mikið að viðtölum sjónvarpskappræður jafnvel og alls konar möguleikar á að koma málum á framfæri þannig að ég myndi segja ég held að framboðið þitt sko hljóti að leiða eitthvað gott af sér og jafnvel gæti farið svo að þú náir alla leiðin á Bessastaði og þá náttúrulega mjög fróðlegt að sjá forseta lýðveldisins í þeim ham sem að þú ert tilbúin til að fara í að vera tilbúin til þess að beita þér og svona þannig ég mjög spenntur, ég ætla bara að segja það fyrir þessu framboði og ég hlakka til að sjá hvernig þetta þróast allt saman það er náttúrulega bara þú ert í raun og veru svona fyrsti alvörugefni frambjóðandinn sem að stígur fram þeir eftir að verða örugglega fleiri þannig að það eru spennandi tímar í íslenskri þjóðmála umræðu framundan þökk sé þér og þeim sem að munu stíga fram og ég óskaði bara góðs gengis Arnar Þór, ef maður sé eitthvað sem þú vilt segja hér á lokum þá hefur þú tækifæri til þess núna. Nei, ég bara þakka fyrir að fá að koma og alltaf gaman að hitta þér fórstu minn. Sömuleiðis Arnar Þór Jónsson, ég þakka ekki hérlega fyrir og gangiði vel í forsetaframboðinu. Takk fyrir. Takk.